og hingað heim. Innanríkisráðherra segir að það þurfi að huga að mörgu þegar fjárfesting Hwang Snu-Bos í Grímsstöðum og Fjöllum skoðuð, meðal annars fjármálum sveitarfélaga og ofbeit ferðamanna. Eyjafjarðarsveit varð í dag 3. sveitarfélagi til að hafna þátttöku í undirbúningsfélagi fjárfestinguna. 4 sveitarfélög hafa nú samþykkt að vera með í undirbúningsfélaginu kaup á Grímsstöðum á Fjöllum, en landið á síðan að leigja til kínverska fjárfestisins Hwang Snu-Bo. 2 sveitarfélög til viðbótar samþykktu svo með fyrirvaran samþykki sveitarstjórna, en þær fundaðu málið á morgun. Eyjafjarðarsveit ákvað hins vegar í dag að vera ekki með í félaginu og bætist þar með í hóp Skútustaðahrepps og Tjörneshrepps sem einnig höfðu hafnað í. Þá hafa 4 sveitarfélög til viðbótar ekki tekið afstöðu. Málið á hins vegar eftir að koma á borð ríkisstjórnarinnar. Innanríkisráðherra sem áður hafnaði því að Hwang fengi að kaupa Grímsstaði segir að málið verði tekið fyrir þegar allar upplýsingar liggi fyrir, en margt sé enn óljóst. Og síðan það náttúrulega mínu borði sem innanríkisráðherra hvað varðar fjárreiður sveitarfélaga. Við erum búin að setja ný lög fjárreiður sveitarfélaga og við þurfum að skoða hvernig það allt saman tengist. Ertu með þessu að segja að það séu kannski efasemdir að sveitarfélögin ráði við að kaupa sig inn í þetta? Ég bara ekki hugmynd það fyrir en að ég búin að sjá hvað þarna hangir á spýtunni og þá samninga sem að ekki orðnir að veruleika. Ögmundur segir að skoða þurfi líka umhverfismálin. Á sínum tíma þá var sauðfé bannað á Grímsstöðum og Fjöllum vegna ofbeitar. Það líka hægt að ímynda sér að það verði ofbeit af hálfu ferðamanna.